Núna keppnishópurinn á leiðinni í fyrstu keppnisferðina á þessu keppnisári. Klukkan 2 nótt, akkurat núna. Ég upp í stúdíu að fara yfir hvort ég hafi nokkuð gleymt að pakka einhverju. Þannig að ég kíkti hingað bara til að vera alveg viss. Maður getur aldrei að vera á viss. En síðustu 2 daga, sem sagt 3. dag og miðvikudag, núna eftir páskafrí, hafa dansararnir verið að mæta á keppnisæfingar fyrir atriðin sín. Til þess að fara yfir nótur, fara yfir dansinn, skoða svona hvað mætti betur fara, skoða hvað mjög gott og allt þetta. Þannig að við erum bara að verða ready í keppnisferð. En þá held ég bara að við séum með allt sem við þurfum fyrir þessa ferð. Ég núna á leiðinni til pabba að klára að pakka öllu sem ég var með búin að taka saman. Þannig að já, ég ætla að enda þetta vídeo og sýna ykkur smá svona búta úr síðustu æfingum fyrir atriðin. Við gerðum reyndar ekki hópdansinn en öll hinn atriðin. Þannig að við sjáumst bara í næsta vídeo. Can't let Þá erum við að leggja af stað upp á flugvöll. Við erum mætt á áfangastað en herbergin okkar á hótelinu ekki tilbúin ennþá. Enda ekki check-in fyrir klukkan 3. Klukkan núna rétt orðin 1. Þannig að allir hópurinn fór bara að gera það sem þau vildi. Borða, versla, skoða alls konar. Þannig að við fáum hóteli. Af því að dagurinn í dag svona frídagur fyrir alla. Allir gera bara það sem þeir vilja. Þá ég að nýta tíman í að skoða keppnisdaginn og við vorum sem sagt að skoða hann, fundum hann. Það lokað á honum þannig að við fengum ekki að skoða inni en við vitum allan núna hvar keppnin verður. En núna erum við bara að ganga bæinn, ógeðslega kósí bær og svona fallegur. Þannig að við erum bara að njóta dagsins. Þetta hér eitthvað sem maður sér ekki alveg á hvernig degi. Lausa kýr bara í miðjum garði. Ég var að panta mér pizzu á hótelinu og núna bara að bíða eftir henni. Þetta vídeo verður ekkert mikið lengra af því að núna restina af kvöldinu ég bara að fara á kósí. Undirbúa smá gjafir fyrir dansarana í keppnishóp og bara já, njóta þess að vera hérna. Ég ekki búin að taka mikið í dag, enda frídagur. Tók rétt svo upp þegar við vorum á leiðinni niður morgunmatinn og svo bara gleymdi ég mér. En sem sagt, eftir morgunmatinn þá fórum við bara upp á herbergi aðeins að chilla og síðan nýttum við daginn í verslunarferð. Fórum í eitthvað mál sem við fundum sem rétt hjá, heitir The Grafton. En af því þetta var frídagur þá vorum alltaf allir að gera bara sitt. Ég veit að einhverjur á hópinu fóru líka að versla eins og við. Einhverjum fóru að kíkja á söfn sem hérna kring. Það alveg fullt á söfnum í Cambridge. Þannig að já, núna eins og ég sjáum í úlpu, tilbúin að fara út. Það samt mjög hlýtt úti en maður bara vanur að fara í úlpu. En núna erum við að fara að taka Uber og erum að fara í keilu með öllum hópnum.
erum við vöknuð. Það er loksins komið að fyrsta keppnisdeginum hjá dansarunum. Klukkan er 6:30 akkurat núna. Ég var að koma niður þar sem við ætlum að græja okkur. Við ætlum að byrja í morgunmat en við komumst að því að morgunmaturinn byrjar ekki fyrir 7 í dag. Búin að byrja 6:30 alla hina dagana. En við erum bara að bíða eftir að fyrstu dansararnir komi niður og ætlum að byrja bara að græja strax. Það er einhverju byrjar að græja sig upp á herbyggi og förum svo saman í morgunmat bara klukkan 7. Núna eru fyrstu 2 dansarnir okkar búinir að fara á svið. Nú erum við að græja hópdansinn. Það var samt eitt mjög fyndið þegar Mini tríóið okkar fór á svið. Þau löpuðu á svið og svo sá maður bláa og bleika skó. Þau fóru sem sagt inn á svið í inniskóm. En sem betur fyrir flaug enginn inniskór út í sal. Þeir héldust á fótinn með þeirra og þau náðu að dansa mjög vel þrátt fyrir þessi inniskó. Tilbúin fyrir hópdansinn? Já. Erst þú tilbúin fyrir hópdansinn? Já. Erst þú tilbúin? Já. Beautiful she goes, I know that she knows, no limit she pays, attention she pays it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See, I'm a name so, baby, can you tell me? See, I'm a name so, baby, can you tell me? 'Cause you think you can't do. Jæja, þá er þessari keppnishelgi lokið hjá okkur, hjá danssporinu. Ég viðurkenni að ég ætlaði nú alveg að taka miklu meira upp frá keppnisdögunum. En þegar maður er í stressi og mikið að gerast og allir að fara þangað og hingað og alls konar, þá gleymist það svolítið. En þrátt fyrir það, þá var þetta geggjuð keppnishelgi. Dansararnir okkar eru búinir að bæta sig þvílíkt mikið. Ég er einn stoltur þjálfari, get ég sagt. En niðurstöðurnar úr keppni voru þannig að í gær lenti Mini tríó og Mini duett í 3. sæti og í dag lenti Aurora í 2. sæti með sóló og Kristmundur fékk svokölluð svona Star Award verðlaun fyrir að vera stjarnan keppnarinnar.